Komið þið sæl. Það var bjart og fallegt víða á sunnan- og vestanverðu landinu í dag og var bara nánast vorveður allavega hér í höfuðborginni. Það rigndi þó aðeins með norðurströndinni og inn í Eyjafirði en stytti loks upp á Austfjörðum. Við sjáum að þessu yfirlitskorti að þessi lægð sem hér langt suður í hafi, hún svo sem verður þar eitthvað áfram. Það er svona að sjá á kortunum að hún fari í raun og veru til austurs á þriðjudag en þá reyndar kemur bara önnur lægð í staðinn svo staðan í veðrakerfunum breytist ekki mjög mikið. Á hitastigmyndinni sjáum við það svona aðeins að kólna sérstaklega til fjalla á norðanverðu landinu með þessu en það er hlýtt loft hér til bæði suðurs og austurs en heimskautaloftið nær svona aðeins tökum á okkur eftir því sem að líður á vikuna. Ef við skoðum þá hérna hitasviðið og vindhraða næsta sólarhringinn sjáum við að það er nú svona smám saman að kólna en það er þó þannig að hiti er þokkalega yfir frostmarki svona yfir hádaginn víðast hvar á landinu og vindur alla jafna nokkuð hægur. Það er helst að sé smá strekkingur með norður og norðvestur ströndinni en til dæmis er aðalvindurinn svona út á djúpum hér norðvestan til en nær ekki mikið inn til landsins. Í fyrramálið þá er útlit fyrir svona fremur hæga austanátt víða á landinu en eins og ég segi þá er einhver strekkingur þarna við norðurströndinni. Það verður komið nýtt úrkomukerfi sem gengur aðeins hér inn á austanvert landið í nótt og í fyrramálið. Það er hins vegar aðeins í kortunum að sjá að það sé smávægileg væta sums staðar á vestanverðu landinu. Það gæti þýtt að það verði einhvers staðar hálka eða hálkublettir í fyrramálið þó að það sé í raun og veru ekki mikil rigning. Þannig að það er betra að svona fara varlega og ekki æða kannski af stað án þess að skoða aðstæður. En þegar líður tekur á morgundaginn þá færist þetta úrkomusvæði aðeins lengra hér inn til landsins til austurs eða til vesturs frá austri og það styttir aðeins upp hér á Austfjörðum og með suðaustur ströndinni. Það er ennþá þessi strekkingur yfir Vestfjörðum en annars víðast hvar frekar hæg norðaustlæg átt. Á þriðjudag þá er nú svo sem lítið að frétta nema það er svona lækkar aðeins hitinn. Bláu flekkirnir sem við sjáum hér þýðir svona eitthvað lítilsháttar skúraloft, það kannski helst að láta sjá sig inn á landi til dæmis við Höfn í Hornafirði en það er áfram einhver súld eða smá væta á ströndum og þar í kring. Á miðvikudag þá ætlar að ganga inn í þessa lægðasúpu svona lægðadrag og það verður þá heldur meiri úrkoma í kortunum. Það er búist við að verði svona vætusamt í flestum landshlutum en hins vegar meðan áttin er austlæg þá gæti til dæmis Tröllaskaginn og Skaginn verið nóg til að rífa af sér sums staðar í Húnavatnssýslunum og eins á vestanverðu landinu hins vegar þykknar nú upp þegar líður tekur á daginn og það má alveg búist við einhverju lítilsháttar vætu á vestanverðu landinu líka. Eins og staðan er í dag þá er útlit fyrir að komi hérna ansi kröpp lægð á fimmtudag. Hún dragi hér upp með á aðfaranótt fimmtudags og verði stödd rétt yfir Dalaþanga má segja á miðbik dags á fimmtudag. Hún kemur þá með hvassa sunnan eða suðvestanátt á sunnanverðu landinu en norðanátt fyrir austan. Það fylgir þessu úrkoma í flestum landshlutum og þetta er svo sem hvergi nærri örugg staðsetning lægðarinnar þannig að það er vissara að fylgjast aðeins með veðurspánni. En við skoðum okkur aðeins á meginlandi Evrópu að þá er nú farið að hausta víðast hvar. Það er áfram svolítil úrkoma víða við ströndina svona við Atlantshafið en hægari og minni úrkoma á austar í álfunni. En svo ef við skoðum aðeins Norður-Ameríku þá er mikið kerfi að byggja sig upp yfir Mexíkóflóa sem að fer síðan hér yfir miðríkin til norðurs. Það er útlit fyrir snjókomu í Klettafjöllunum og það er ennþá mjög hættulegt veður vegna elda í Kaliforníu. Það er hafgóla og sem kemur þessum eldum af stað og heldur þeim við. En hjá okkur þá er sem betur fyrir ekki þarf á að hafa áhyggjur af slíku. Hér er norðaustanátt og úrkoma á norðanverðu landinu eða norðaustanverðu landinu en bjartviðri sunnan og vestan til. Verið sæl.